og ég heiti Marja Lóa og verkefnastjóri hjá ASÍ fyrir ykkur sem ekki þekki mig. Og í dag ætla ég að segja ykkur frá helstu áherslum og niðurstöðum vinnufundar eftirlitsfulltrúa ASÍ og aðildafélagana sem við héldum núna á Fosshóteli síðastliðinn 5. og 1. dag. Og fyrirkomulagið var með svipuðu sniði og síðastlið haust. Þetta var 2 daga dagskrá, vorum með námskeið og fræðslu og vorum svo með vinnufund í lokin. Það var mjög góð þáttaka, það voru 37 skráðir. Þrátt fyrir að iðnaðarmenn, Rafiðnaðarsambandið og Sameinin voru akkurat með þing þessa sömu daga. En það var reyndar aðeins forföll, en við vorum svona 32-3 aðeins flöktandi. Og þarna voru eftirlitsfulltrúar, formenn, þjónustufulltrúar frá öllum landshlutum og fyrirspurnir og umræður voru alveg til fyrirmyndar og almennt var mikil ánægja með vinnufundin. Báðir dagarnir voru pakkaðir af áhugaverðum námskeiðum og fyrirlestrum og þarna vorum að fara yfir ýmis atriði sem kom á borð eftirlitsfulltrúa en ekki síður út á vettvangi vinnustaðaeftirlitsins. Þetta snertir viðbrögð og verklagsreglur á vettvangi og í eftirfylgni mála, bæði gagnvart viðkomandi starfsfólki og yfirmönnum þess, en einnig í samvinnu við samstarfsfélag okkar sem sinna vinnustaðaeftirliti varða meðal annars félagsleg undirboð og brotastarfsemi á vinnumarkaði. Og eins og ég sagði þá tókum við spjall í lokin nokkur grunnatriði sem snert okkur sjálf og ég skipti upp í hópa og ég ætla að ræða þau atriði hérna á eftir. Ég reikna alveg með að ég fari yfir korterið, ég örugglega 20 mínútur plús. Það erfitt að pakka 2 daga dagskrá í stuttan fyrirlestur, en ég rúlla bara hratt yfir. En síðan ég hóf störf sem verkefnastjóri vinnustaðaeftirlitsins, það var í febrúar í fyrra, þá hef ég lagt áherslu á að þjappa saman eftirlitsfulltrúunum, samræma verk og vinnureglur, en síðast ekki síst að gefa þeim tækifæri á að hittast og í leiðin efla þá í starfi með námskeiðum og fyrirlestrum. Ég hef reynt að vera með 2 fundi á ári þar sem þeir hafa hist, semst haust og vetur og hefur það gefist vel. Og þetta svona markmiðin sem ég sett hérna upp með þessum vinnufundum. Að fyrst og fremst efla þekking og menntun, auka öryggi þeirra og færni á vettvangi, þessi samræming á verklags- og vinnureglum og gefa þeim tæki og tól í verkfæratöskunum sína. Ég legg áherslu að við séum að móta starfið saman og eins og ég sagði áðan kynnast félagunum að efla tengslin. Og með þessu erum við svolítið að skapa okkar framtíðarsýn. Eins og áður sagði þá dagskráin pökkuð af spennandi fyrirlestrum. Þetta dagskráin eins og hún var fyrir daginn. Við byrjum á að vera með sálfræðing sem að fór yfir góð ráð til að þrífast í krefjandi starfi. Síðan kom vinnueftirlitið með fyrirlestur og ríkisskattstjóri var þarna í restina. Seinni dagurinn þá byrjaði ég á að fara í nýja uppfærslu á handbók í Finn sem gagnagrunnurinn okkar. Halldór Grönwald kynnti tillögur samráðsnefndar ráðherra. Við vorum semst að fundum í haust og fram í janúar og komum fram með tillögur til að stöðva félagsleg undirboð og brotastarfsemi á vinnumarkaði. Síðan kom Útlendingastofnun og Þjóðskrá í restina með fyrirlestra. Ég ætla aðeins svona að fara yfir hvern og einn, bara örstutt. Allir fyrirlestrarnir fara inn á neti í dag undir vinnueftirlitið inn á innri vef, en ef einhver óska eftir þá get ég sendt bara fyrirlestrana. Já, og þetta var sem sagt þarna í lokin. Þetta var umræðu efnið sem ég setti upp. Það var eftirlit í sumar, áherslur, ný brotastarfsemi, nýjar áskoranir, eftirlitsfulltrúaskírteinin, hvort við viljum hafa einkennum okkar sterkari, merkja búning og fleira og í lokin hlutverk eftirlitsfulltrúa og vinnustaðaeftirlits og svona kanna hvort að væri eitthvað sérstakt sem að þau myndu vilja leggja áherslu á. Og ég ætla þá bara aðeins að renna yfir
fyrirlestrana, en fyrst á dagskránni var námskeið að þrífast í krefjandi starfi. Það var Helgi Héðinsson, hann er sálfræðingur hjá Líf og Sál, sálfræðistofu, en vinnueftirlitið hefur einmitt viðurkennt Líf og Sál, sálfræðistofu sem ráðgjafa sálfélagslega áhættuþætti á vinnustöðum. Helgi var með gríðarlega fróðlegan fyrirlestur og mörg verkfæri í verkfærakistunni. Þau munu bæði nýtast til að takast á við erfiðar aðstæður á vettvangi sem og til að koma í veg fyrir eða minnka líkurnar á skaða sem erfið samskipti geta valdið sem streituvaldur. Og hann fjallaði þarna streitu og viðbrögð við henni, starfshlutverkið að bregðast við viðmælanda sem er í uppnámi og fjallaði svo nánar erfið og viðkvæm samtöl. Hér er ein af glærunum sem Helgi sýndi okkur. Hér eru 11 kallar sem sitja á stálbita. Þessi mynd er tekin þegar verið að byggja Empire State bygginguna 1930 og myndin heitir City Lunch. Þarna sitja kallarnir og þeir eru að fá sér nesti, sallarólegir. Ef við sjáum myndina vel þá sjáum við að einn þeirra situr með að sjá annarri raskinni og þeir láta fæturna dingla og eru sem sagt sallarólegir. Helgi sagði sjálfur að hann er í skelfingu lostinn í þessum aðstæðum. Ég held að ég get alveg tekið undir það. Við erum gríðarlega upptekin af því hvað það væri langt niður, gríðarlega upptekin af möguleikunum af því að við getum fallið niður. Ég myndi sjálf stríðhalda mér í stálbitann og það þyrfti hjálpa sér til að ná mig niður. Það er sagt í fréttunum að konu hefur verið bjargað úr sjálfheldu. Hins vegar, það sem þessir 11 menn gera er að þeir láta ytri aðstæður ekki trufla sig. Þeir velja að treysta sjálfum sér og félögum sínum og stálbitunum sem þeir sitja á, fullkomlega á. Og fyrir þeim er þetta álíka ögrandi aðstæður og fyrir okkur ef til vill að ganga á svona stálbita í kannski metist 2 metra hæð. Þeir gera sér eflaust grein fyrir því að þeir þurfa að halda sér á stálbitunum, en þeir treysta sjálfum sér fullkomlega til að gera það og þeir velja hvernig þeir túlka aðstæður. Þeir einblína á það þætti í aðstæðunum sem þeir geta treyst á og láta möguleika á að eitthvað fari úrskeiðis verið í bakgrunni. Þetta er svona leksía sem við getum svolítið tekið til okkar. Næst kom Guðmundur Kjerúl frá fræðsludeild Vinnueftirlitsins. Með Guðmundur kom einnig 2 eftirlitsfulltrúar Vinnueftirlitsins, þeir Róbert og Guðjón. Þeir eru allir vel sjóaðir í vettvangseftirliti. Guðmundur var með mjög fróðlegt erindi Vinnueftirlitið og vinnuverndarstarf þar. En Vinnueftirlitið er miðstöð vinnuverndarstarfs og byggir starfsemi sína á samþættingu 3 stoða. Það er eftirlit, það er fræðsla og það eru rannsóknir. En hvenær er ástæða til að banna vinnu? Og svarið hans Guðmundar er þegar veruleg hætta steðjar að lífi og heilbrigði starfsmanna. Fyrst og fremst þarf að fjarlægja hættur. Það að vera með persónuhlífar, sjúkrakassa, neyðarbúnað eða setja upp skilti fjarlægir ekki hættuna. Og sjálfur sagði Guðmundur fá bara algjört panikkast þegar hann sagði eitthvað skilti sem væri að vara við hættu í staðinn fyrir að reyna að vinna í því að fjarlægja hættuna. Og fallhætta er algengasta hættan og mesti slysavaldur samkvæmt tölfræði þeirra. Hér má sjá yfirflokk vinnuslysa. Tölfræðin frá 2018. Eins og hér má sjá eru vinnusvæði, þar með talið verkpallar, hálfgólf og slíkt að valda flestum slysum. Flokkurinn annað, og hann vakti athygli okkar, en hann er svona hár vegna þess að atvinnurekendur, þeir eru bara latir að flokka. Það er bara fljótlega að tikka í boxið annað í staðan fyrir að flokka nákvæmar. Og fallvarnir, hér sést vel hvað getur gerst ef fallvarnir eru ekki nægilega góðar. Hérna sjáum við á myndinni mann sem hefur fallið niður á þessum pöllum og þetta er mjög alvarlegt slys. Ég vona að líði ekki yfir neitt, en þetta gerðist. Steypusteyptar járnið stakst þarna í gegnum manninn og það munaði bara örfáum millimetrum að þær hefðu drepið manninn.
Þetta mjög algeng kvörtun til þeirra. Það berst ábendingum að það sé menn að mála þök og einhver vinnupallar. Þeir koma á staðinn og láta vita. Kemur engin mynd hjá ykkur kannski? Sjá. Þarna kemur myndin og svo bregst fólk við og þá setur upp einhvers konar palla og svo standa menn á stiga upp á pallinu. Og þetta náttúrulega óviðunandi. Næstar í röðinu voru fulltrúar frá ríkisskattstjóra. Það Lilja og Lóa. Þau hjá skattstjóra líkt og við förum í eftirlit og fara yfir alltaf í 2 manna teymi. Þau hafa verið gríðarlega öflug í vettvangsheimsóknum. Tölurnar frá 2018 þá fóru þau í rúmlega 3000 lögaðila heimsóknir. Skráðu tæplega 7700 kennitölu starfsmanna og þau stóðu fyrir því að 5 starfsstöðum var lokað. Þær komu inn á kennitöluflækkið sem okkar stærsta vandamál. Þau eru einnig að slást við sömu afsakanir og við heyrum. Til dæmis eru algengar afsakanir eða bókarum sér bara þetta. Og þau líkt og við erum með langflestu heimsóknirnar í gisti- og ferðaþjónustuna fyrirgefiði og í byggingargeirann. Mér sýnist að við séum alveg að tikka þarna í sömu box hvar við erum að leggja áherslu á. Eftirlitsfulltrúarnir okkar skrá allar vinnustaðaheimsóknir í gagnagrunn sem heitir Finnur. Og þar geta eftirlitsfulltrúar haka við samstarfsaðilana, Vinnumálastofnun, Vinnueftirlitið, Skattinn og lögregluna, auk okkar hérna í ASÍ. Og högkonum ætlað að vekja viðkomandi stofnun, vekja athygli hennar á að þarna sé eitthvað athugavert. Og ég hef verið unnið að því og tryggt að í hverri stofnun eru aðilar sem fylgjast með ábendingunum og taka viðkomandi þá við málinu og fylgja því eftir þeim hluta sem þeim tilheyrir. Þannig að við erum búin að tryggja þetta mjög vel og það verið að leggja áherslu á að það mjög mikilvægt að skrá ítarlega í Finn bara til þess að hjálpa okkur. Allar svona stærri ábendingar, það óskað eftir því að það fari í gegnum mig og það ferlið búið að vera í gangi núna í einhverja mánuði og gengur bara mjög vel. Og allt samstarfið allar þessar stofnanir hefur farið mjög mikið batnandi og bara ég myndi segja í góðum gír. Morgunin eftir þá byrjaði ég að fara í þessa nýju uppfærslu á Finn sem þetta skráningarkerfi okkar og fór í gegnum handbókina sem ég að ljúka uppfærslu á. Ég ekkert að fara í gegnum það. Næstur í pontu var Halldór Grönvold sem kynnti tillögur samstarfshóp undirboð og brotastarfsemi á innlendu vinnumarkaði og hann bætti betur og kom semst með yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar frá 3. apríl síðastliðnum. En samstarfshópurinn lagði fram 10 tillögur. Ég og Halldór sátum í þessum samstarfshópi og þessum tillögum má í grófum dráttum skipta í 2. Það annars vegar að bæta lög og reglur og herða allt regluverkið til að hafa nægilega beitt vopn í baráttunni við brotastarfsemina. Og hins vegar að auka og skipuleggja betur allt samstarf og aðgerðir stjórnvaldsstofnana og annarra máli varða og fylgja þeim eftir af festu. En Halldór gerði tillögunum skil í þriðjudagsfyrirlestri 5. mars síðastliðinn og ég mun því ekki farið við þær hér. En við gerð lífskjarasamningsins voru þessar tillögur nánast efnislega og orðrétt teknar inn í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar þarna frá 3. mars. Og Halldór kom einnig inn á þessar viðbætur sem að ASÍ náði í rauninni ekki að koma inn varðandi heimildir til refsinga þegar brotið gegn lágmarkskjörum launamanns og svo hins vegar atriðið sem þarf að skoða vegna réttarstöðu leigjanda. Og við erum bara býsna ánægð með hvað náðist þarna inn. Og Halldór kom svo að lokum inn á eftirfylgni tillagnanna og yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar
og mikilvægi þess að sveitarstjórnir og samtök þeirra taki virkan þátt í baráttunni gegn brotastarfsemi á vinnumarkaði. Það þarf að vekja þau til ábyrgðar því þau eiga mikilla hagsmuna að gæta. Það er mikill tekjuleiki sem á sér stað hjá sveitarfélögum vegna skattundanskota en samhliða þurfa þau að halda uppi þjónustu. Þó engar tekjur komi inn á móti, meðal annars vegna kennitöluflagsins. Og við höfum verið að reyna að vekja þau til umhugsunar þessi mál. Og höfum verið að kalla eftir samfélagslegri ábyrgð og skyldu sveitarfélagana til að verja og bæta þann vinnumarkað og það velferðarsamfélag sem við viljum hafa hér. Það er eitthvað af þessum aðgerðum komið í vinnslu eins og kennitöluflaggið og keðjuábyrgðin og samstarfsvettvangurinn, það er búið að boða í það og þetta er svona smápotast hjá okkur. Það þarf bara að fylgja þessu vel eftir og við munum gera það. Og næst í röðinni var hún Rósa Ragnarsdóttir en hún er verkefnastjóri lögfræðinga á leyfissviði Útlendingastofnunar og megin viðfangsefni hennar var hverjir mega vinna á Íslandi og hvernig geta eftirlitsfulltrúar ASÍ gengið úr skugga að erlendir ríkisborgarar séu með gilt atvinnu- og dvalarleyfi hér á landi. Þetta er raunin það sem við erum mjög mikið að fást við út á vettvangi. Og dvalar- og atvinnuleyfi fyrir erlenda ríkisborgara hér á landi er mjög mismunandi eftir því hvaða ríkisfang þeir hafa. Og eins og sést hérna á glærunni þá hafa ríkisborgarar EES og EFTA-ríkjanna víðtækan rétt til dvalar og atvinnu hér á landi á grunni samnings frjálst flæði vinnuafls. Málið er mun flóknara fyrir þriðja ríkisborgara og flækjustig er töluvert. Þetta er með það að við eigum erfitt með að skilja þetta, hvað þá heldur útlendingar sem að koma hérna til landsins, jafnvel mállausir og allt. Þannig að það eru ýmis flækjustig í gangi og þarf greinilega að taka vel á fræðslumálum og ég og Rósa nánast handsöluðum samningi það að við myndum auka samstarfið varðandi fræðslumál og við verðum í sambandi með það til dæmis að vekja athygli upp á flugvelli þegar fólk er að koma til landsins. En við skoðum það og þið fáið fréttir af því. En þetta er þannig að ef að útlendingar að koma til að vinna þá þarf yfirleitt atvinnurekandi að sækja kennitölu hjá þjóðskrá. Semst lögaðili sækir skráningu á vefformi. Lögaðili sækir að fá vinnuafli til landsins hjá Vinnumálastofnun og það þarf að koma umsögn stéttarfélags. Þegar Vinnumálastofnun hefur samþykkt þá gefur Útlendingastofnun út dvalarleyfi. Þessar stofnanir vinna mjög náið saman og raunin það sem að fer í Vinnumálastofnun, ég get treyst því að það fari svo til Útlendingastofnunar og öfugt. Þetta er yfir tímabundið leyfi og síðan þarf að sækja venjulega kennitölu og endurnýja eftir kúnstanna reglum. Og þá var komið að þjóðskrá. Þær voru þarna síðastar í fyrirlestrarröðinni Oddfreyja og Júlía. Oddfreyja er sérfræðingur á þessum sviðum. Þær voru að fjalla þessar tvær mismunandi tegundir skráninga í þjóðskrá. Annars vegar er skráning á utangarðskrá, svokölluð kerfiskennitala, og hins vegar er skráning á einstaklingskrá sem við kallum bara venjulega kennitölu. Það er töluvert fölsu skilríki og á síðasta ári komið 45 mál þar sem framvísað var fölskum skilríkjum. Hins vegar er málið þannig að sérfræðingarnir í lestri á skilríkjum, vegabréfum, þeir eru staðsettir upp á flugvelli. Þannig að þarna er líka flækjustig sem gerur okkur ennþá erfiðara fyrir. Þetta er til dæmis dæmi hvernig kerfiskennitalan virkar og ég fór yfir þetta áðan. Bankarnir eru nýlega hættir að sækjum. Ástæðan fyrir því er að það er náttúrulega engu sérfræðingar þar til að lesa úr vegabréfum. Fólk var að framvísa þar vegabréfum og fékk kennitölu. Þannig að einstaklingar voru farin að nýta það mjög. Þeir fóru bara á milli banka og sóttum.
bankarnir ljósrita skilríki og það kemur svo oft ekki ljós fyrir seinna, kannski mismunandi illa ljósritað og erfitt að koma í veg fyrir að fölsuðum skilríkjum sé framvísað. Þannig að það var tekin svo ákvörðun að bankarnir, þeir bara hætta að útvega kennitölur, sem bara mjög eðlilegt. Venjulega kennitalan, hún hugsuð þegar fólk búið að dvelja hér lengur en 36 mánuði, þá einstaklingurinn að sækja sjálfur Í langflestum tilfellum vita útlendingar ekkert þetta. Þeir telja bara þegar þeir eru konum í kennitölu, þá séu konum í kennitölu og löglega skráðin í landið og allt sé í góðu. Það tölvöld mikill misbrestur á fræðslu þarna. Og svo kom líka fram á vottorðum skráningu, þetta sendt í tölvupósta umsækjanda. Já, hún talaði að þetta væri þó skárri leið heldur en eins og hefur verið, að það voru að senda bréflega og oft á heimilisföng sem átti sér enga stoð, eins og við höfum oft ekki okkur á. Fólk staðsett í hús en með lögheimili einhvers staðar allt annars staðar. En svo fór ég þarna yfir nýjustu verkefnin sem ég svona stúsast í. Eins og ég sagði áðan, þá hef ég verið að leggja áherslu á upplýsing og fræðslumál, bæði út á við og inn á við. Ég hef verið að uppfæra gagnagrunn og annað slíkt fyrir eftirlitsfulltrúa. Ég hef verið að vinna í uppfærslu og þýðingum á ensku, pólsku og rússnesku á bæklingum og á vefnum okkar til að reyna að ná til fleiri. Við höfum verið að vinna að fá fyrsta snertiflötu útlendinga sem kom að vinna á íslensku vinnumarkaði og á næstu dögum ég að fara að skrifa undir samstarfssamning við Isavia birtingu á upplýsing og fræðsluefni sem við köllum vinnu gegn undirbúum og brotastarfsemi á vinnumarkaði. Og markmiðið með þessu samstarfi að það sé fyrsti snertiflötur við útlendinga sem koma til vinna á íslensku vinnumarkaði og við munum setja auglýsingar, plaggött, rafrænar upplýsingar á skjái á flugvöllum. Byrjum upp á Keflavíkurflugvelli og vonandi fáum við að setja þetta víðar. Svo hérna styrkur sem ég fékk, ég sótti styrk til þróunarsjóðs innflytjenda og náði 900.000 krónum og við ætlum að nýta það til verkefnis sem við erum að vinna hérna innanhús, umfang og eðli launaþjófnaðar hjá erlendu vinnuafli og munum vantilega ráða inn sumar starfsmann til þess að hjálpa okkur að dýpka skilning á þessu. Þegar við viljum meina að launaþjófnaður sé raun tekjuleiki á fjármagni eða fjármunni sem annars ætti heimi í samfélagslegum sjóðum samfélagsins í formi útsvars og skatta. Ég frétti af því meira síðar. Þá var komið að þessum fundi og ég ætla aðeins að fara yfir svona helsta sem að kom þar fram en við skiptum upp í hópa. Það var frekar þröngt þannig að við náðum í rauninni ekki að hafa þetta svona hringborð eins og við höfðum spáði og hver hópur hafði í rauninni bara tækifæri til að ræða 2 málefni. En förum yfir þetta. Eftirliti í sumar áherslurnar. Það var talað það við ættum að herða eftirlitið áfram með ferðaþjónustunu, hótel, gist og veitingahúsum, farþegaflutningar, allri afþreyingu í ferðaþjónustunu, hestaleiðarnar blessaðar, byggingarstöðum, virkjanir, þurfum að skoða það, ég ekki alveg viss að við megum kannski gera það. Bílaþvottastöðvar og bílaleigur. Bílaþvottastöðvar, það hafa verið að berast ábendingur það að þarna sé hreinlega reki peningaþvætti. Þetta mest allt svart og mikið af þessum stöðum sem við komum inn á, þó við séum kannski ekki, þetta stundum einstaklingsstöðvar en við getum það látið hinar eftirlitsstöð samstarfsfélagann okkar vita eins og skattin. Þarna sé bara verið að reka svarta atvinnustarfsemi. Þannig að við verðum á fullu í sumar. Ný brotastarfsemi og nýjar áskoranir. Það eins og ég kom inn á bílaþvottastöðvarnar. Það var allt svart og sykulaust. Ábendingar snyrst og nuddstofur, það sem ekki allt eftir bókinni þar.
flutningaþjónustan, það verið að tala rútufyrirtækin og túristaleiðsögumenn. Það verðist vera aukning á ræstingu heimahúsum. Þar í rauninni höfum við ekkert leyfi til að fara inn en við getum látið skattin vita. Og svo þessar íbúðir og kofar sem eru með líkla aðgangsstýringu. Það engin manneski að vinna, sýnilega nema kannski eldsnemma á morgnana þegar verið að ræsta. Og það mjög erfitt að nálgast eitthvað þarna en við þurfum að hafa augun opin. Og eftirlitsfulltrúaskírteinin, það var mikil umræða þau og öll í sömu átt að við þurfum að hafa veglegri skírteini, einhvers konar skjöldjafnvel, talaði massískírteini, leiðsögn með mjög fín skírteini og við skoðum það. Það komið að endurnýjun núna áramótin, þannig að vantarlega verðum við búin að taka ákvörðun hvernig við ætlum að breyta þeim. Og aðalmarkmiðið var að þetta myndi auka trúverðuleika eftirlitsfulltrúanna og minni hætta fölsun. Ég svo sem sé kannski ekki alveg með það. Það sé einhverja sem hafa ágjur af að vera með fölsu eftirlitsfulltrúaskírteini en nóg það. Einkenni merkingar og búningar og það var fyrst og fremst þessi betri skírteini. Merkt yfirhöfn sem væri hægt að nota á öllum árstímum. Það held ég mjög skynsamlegt. Og það var að tala að merkja þig annarkvort ASI eða logói fyrir rétt ekkert svindl. Merkja alla hjálma og sýnileika vesti með vinnustaðeftirlit. Allir fulltrúar eiga að vera með viðeigandi hlífðarbúnað. Það komur reyndar upp þarf að fyrir þá sem eru aðallega í eftirliti í veitingahúsageiranum, sem hótel og gistingu og veitingahúsum, að vera ekki með auglýsamerkingar af því að bæði yfirmenn og starfsmenn eiga það til að hlaupa út ef þeir sjá einhvers konar eftirlit vera að nálgast. Þannig að við þurfum svona að taka tillit til þess. Nú hlutverk eftirlitsfulltrúa, það eftir sem áður, allir sammála það að upplýsa þeim réttindi og skyldur, vísa fólki áfram til réttra aðila ef eitthvað sem þarf að skoða þar nánar, Vinnumálastofnun, skatturinn og fleira, af því að það virðist vera mikill misbrestur á því að sérstaklega erlenda starfsfólkið það þekkir ekki sín réttindi. Og við erum náttúrulega aðtók hvort brotastar sem í gangi, vinnumansal og fleira, aðtók með vinnustaðskírteinin áfram og svo erum við að leggja áherslu á það að vinna traust og trú launþega og halda góðum samskiptum við vinnuveitendur ef mögulegt Og ég algjörlega sammála því, ef við náum vinnuveitendunum á okkar band, þá eru flest mál leyst.